Sauðfjárrækt hefur fylgt Íslendingum síðan land byggðist og saga sauðkindarinnar samofin sögu þjóðarinnar. Hún hefur menningarlegt gildi en fyrst og fremst skipti sauðfjárræktin máli fyrir atvinnulíf í hinum dreifðu byggðum. Á Íslandi eru tæplega 2000 sauðfjárbú og 1400 þeirra hafa sauðfjárrækt sem aðal búgarinn. Helmingur framleiðslunar er á Norðvesturlandi, 30% á Norðausturlandi og 20% á Suðurlandi. Mikil fækkun hefur orðið á sauðfé síðustu áratugina. Árið 1977 voru tæplega 900.000 vetrarfóðraðar kindur í landinu en nú eru þær 475.000. Þetta er fækkun 45% á rúmum 3 áratugum. Ástæðan fyrir fækkun sauðfjár er einkum breytt neyslumunstur landsmanna og betri framleiðslustýring. Árið 2011 voru framleidd tæp 9.600 tonn af kindakjöti sem þriðjungur af íslenskum kjötmarkaði. Rúm 70% af kjötframleiðslunni fór á innanlandsmarkað árið 2011 en hitt var flutt út. Framleiðslan hefur verið nokkuð stöðug í kringum 9.000 tonn síðasta áratuginn. Útflutningstekjur þjóðarinnar af sauðfjárafurðum árið 2011 voru rúmir 3,3 milljarðar króna. 60% voru vegna kjöts, 22% vegna gæra, 11% vegna ullar og 7% vegna innmatar og annarra afurða. 1600 sauðfjárbændur fá beingreiðslur frá hinu opinbera en 400 framleiða án beingreiðslna. Útgjöld ríkisins vegna sauðfjárframleiðslu eru áætluð 4,7 milljarðar króna í fjárlögum 2013. Það er markmið hvers sauðfjárbónda að hámarka afurðir á hverja kind og framleiða úrvalskjöt. Á síðustu árum hefur markvisst verið unnið að því að bæta frjósemi, minnka hlutfall fitu og auka vöðvamassa. Mikill árangur hefur náðst, 5-falt fleiri lömb fara í hæsta gæðaflokk nú en fyrir 15 árum. Framleiðslukeðjan á sauðfjárbúi tekur 1 ár. Í desember er hrútum hleypt til ánna eða þær sæddar. Yfir veturinn er sauðfé á húsi en í maí hefst sauðburður og þá eru kindurnar í heimahögum í nokkrar vikur áður en þær eru settar á útjörð eða afrétt. Sauðfé er á beit í 2,5 til 3 mánuði eða þangað til því að smala saman í september. Þá er féð haft í heimalöndum áður en lömbunum er slátrað og ásetningsfé valið. Sigurður Sigurjónsson er bóndi á skógum undir Eyjafjöllum. Við höfum alltaf lagt mikla áherslu á það að sleppa fé ekki í úttaga fyrir en hann er tilbúinn að taka við því, ekki sleppt því á nýgræðingin á vorin þar sem að það er mjög neikvætt á það hvernig að hann endurnýjist og annað slíkt. Við höfum alltaf látið það mjög seint og það er lykilatriðinn að því og láta það í rólegheitum. Það fari frá í rólegheitum en ekki að hrúa því við. 91% sauðfjárframleiðslunnar er gæðastýrð. Þeir sem taka þátt í gæðastýringunni vinna eftir ákveðnum aðferðum við framleiðsluna. Þeir þurfa meðal annars að uppfylla kröfur aðbúnað og umhverfi sauðfjár, skýrsluhald, jarðrækt, fóðurun, heilsufar, lyfjanótkun, landnýtingu og fleira. Stærsti þátturinn varðandi gæðastýringuna eru reglur landnotkun. Ekki er heimilt að nýta land til gæðastýrðrar sauðfjárræktar nema að landið þoliðað samkvæmt mati landgræðslunnar í samræmi við reglugerð. Þetta gildir bæði þau lönd sem bændur eiga eða ráða sjálfir og líka sameiginleg lönd eins og afrétti. Sé landið ekki í nægilega góðu ástandi verður að gera tímasetta og skilgreinda landbótaáætlun úrbætur. Landsvæði eru misjafnlega á sig komin og ástæður eru margar. Þar geta meðal annars verið ágangur búfénaðar og fugla, veðurfar, náttúruhamfarir og uppblástur. Á 700 sauðfjárbænda taka þátt í landgræðsluverkefninu Bændur græða landið. Auk þess eru önnur verkefni unnin með stuðningi Landbótasjóðs landgræðslunnar en sauðfjárbændur leggja fjármuni til hans. Tilgangur þess að styrkja bændur til landgræðslu á jörðum sínum er að stöðva rof, þekja land gróðri og gera það nýtilegra til landbúnaðar eða annarra nota. Bændur græða landið er samfélagslegt verkefni sem er í rauninni ekki hægt að meta til fjár. Þetta er samstarf landgræðslunnar og bænda allt land. Landgræðslan styrkir bændur til ábyrgðarkaupa
auk þess sem þeir veita faglega ráðgjöf. Þrátt fyrir það að þeir séu að fá þennan styrk frá okkur til áburðarkaupa, að þá eru þeir að leggja heilmikla vinnu á sig, bæði við að dreifa áburðinum og einnig að nota lífrænan úrgang sem fellur til á búunum, búfjáráburð og hey. Staðan þannig núna að 30.000 hektarar hafa verið græddir upp og það myndi ég telja svona frekar varlega áætlað. Í minni heimasveit hafa bændur árabil stundað uppgræðslu og afrétti í samvinnu við landgræðslu og sveitafélag. Svo erum við líka á mínu búi, við fjölskyldan tökum þátt í bændur græða landið í samvinnu við landgræðslu. Þá berum við á hluta jörðinni sem aur og erum að græða það upp. Og þetta allt gert samhliða hóflegri beit og auðvitað reynir maður að nýta landi á sem skynsamastan hátt. Það okkar markmið að skila landinu í betra ástandi heldur en við fáum það. Rík hefð fyrir því að bændur reki sauðfé á afrétti til beitar. Afréttarlögin sem byggja á fornum grunni tryggja góða reglu á upprekstri í sumarhaga, lengd beitatíma og smölun til rétta á haustin. Girðingar eru víða til hagræðis og nýtast bæði til skipulagningar á beit og sem varnarlínur við útrýmingu smitsjúkdóma í sauðfé. Þar sem hrossastofninn í landinu nýtur helming úthagabeitarinnar þarf oftast að taka hrossin með í reikninginn þegar úthagabeit sauðfjár skipulögð. Gildi úthagabeitar fyrir sauðfé hefur breyst mjög mikið frá því á síðustu öld og ennþá meira ef við horfum lengra aftur í tíman. En öldum áður þá var náttúrulega úthagabeit árið kring og mikið stóla á vetrarbeit, heyskapur mjög lítill. Og ekki nema rétt til þess að bara bjarga málum ef úthagabeitin var ekki. En í dag þá stólað á það að fé sé gefið allan veturinn. Úthagabeitin ekki nema 2-3 mánuðir á ári, mismunandi svolítið eftir landsvæðum. Og síðan líka notuð beit á ræktarland vor og haust til þess að brúa ákveðið bil þar. Mikilvægi úthagabeitar í dag einmitt það að nýta þennan besta tíma þegar úthagagróðurinn bestur hvað varðar bæði gæði og magn og beitarþol úthagans jafnframt hvað mest. Þetta ákveðin auðlind sem að bændur líta á að sé mikilvægt að nýta vegna þess að akkúrat á þessum tíma vöxtur lambanna hvað hraðastur. Matthildur Hjálmarsdóttir og Gunnar Þórarinsson búa með sauðfé í Hrútafirði og fyrir þau mikið hagsmunamál að nýta úthagabeitina. Á mínu búi eru 440 fjár og við höfum verið að fara með svona 20-30% af þeim bústofni upp á heiði á hverju sumri. Það mikið hagsmunamál fyrir okkur að nýta heiðina, að við pössum vel upp á það að hún sé alls ekki ofbeitt og við fáum alltaf ráðunaut frá ráðunautarþjónustunni hér í Húnaþingi vestra til þess að koma með okkur og meta það hvenær óhætt að sleppa að vori. Árum áður meðan var búið á ennþá fleiri jörðum heldur þó í sveitinni að þá nýttu nánast allar eða langflestir bændur þetta til upprækstrar. Reyndar náttúrulega færra fé á hverjum bæ þá en samt sem áður var örugglega fleira fé á afréttunum á þeim tíma. Það hefur heldur fækkað. Við erum stundum spurðir að bændur af hverju við notum ekki bara ræktarland til beitar fyrir sauðfé og erum með fé í hólfum heima við allt sumarið. Og fyrir því liggja ýmsar ástæður, bæði hagkvæmnisástæður að við viljum nýta þessu auðlind sem úthaginn og svo líka heilbrigði fjárins. Það jafnaði mikið betra ef að úthaginn nýttur. Á síðustu áratugum hefur það farið vaxandi að bændur beiti búfé sínu á heimalönd þar sem því við komið. Þeir nýta því ekki afréttarlönd sem áður þótti nauðsyn. Ég bý við þau hlunnindi að þurfa ekki að setja á heiðina. Að vísu nógur hagi þar en það eru þægindi að geta sett upp úr hliði og það mjög rúmt í högum hjá mér enda liggja fleiri jarðir að og það ógirt. Þetta 13 kílómetrar á lengd og 11 kílómetrar þar sem það breiðast. Við búum í Húnaþingi vestra og víða hér á Norðurlandi vestra við að hafa frekar stóra jarðir og almennt rúmt í högum.
Svo má segja að sé marga matarhólin að finna hér. Dr. Ólafur R. Dýrmundsson, landnýtingarráðunautur Bændasamtakanna, áætlar að einungis 20–25% sauðfjár í landinu séu rekin á afrétt eða að hámarki 300.000 ær og lömb. Að þessu fé afar lítið hlutfall á gosbeltinu eða móbergssvæðunum sem eru hvað viðkvæmust hér á landi. Sauðfé hefur náttúrulega fækkað mjög mikið í afréttum, bæði vegna almennrar sauðfjárfækkunar í landinu og svo einsitt að afréttabeitin hefur dregið úr afréttabeitinni. Þó eru afréttirnir mjög mikilvægir fyrir margar sveitir í landinu. Meðferð á úthag á Íslandi, hvort sem eru heimalönd, uppreistrar heimalönd eða afréttir, meðferð á þessu landi allt önnur og miklu betri en hún var. Bændur vita vel að góð meðferð á landi borgar sig. Ef ykkur borðar útsæðið, þá hrynur afkoman. Það eins með grasið hjá okkur. Ef við ofbeitum það og förum illa með, þá hrynur afkoman. Svoleiðis að það okkar hagur að líta til með landinu að halda áfram að gróa. Og við getum nýtt það. Það bara okkar arður. Og ef það gengur ekki upp, þá hallar undan fæti og þá það búið. Þetta úrskapurinn má segja sé að keðja það sem engin hlekkur að gefa sig og það fyrir engin helvíta maður að eyðileggja fyrir sig með því að beita ónýtt land. Vissulega má segja að gróðureyðing fyrr á öldum hafi meðal annars orðið vegna ofnýtingar á landinu, til dæmis vegna skógarhöggs og búfjárbeitar. Í dag vinna bændur að því að fullum heilindum að nýta landið með sjálfbærum hætti. Rannsóknir hafa sýnt að landgræðsla nú orðin meiri en gróðureyðing ár hvert og landið í framför. Vörn hefur því verið snúið í sókn. Gögn frá Náttúrufræðistofnun Íslands sem voru birt á síðasta ári, þau sýna að það hafa orðið talsverðar gróðurfarsbreytingar á árabilinu frá 1982 til 2010. Þetta eru gögn sem eru byggð á upplýsingum frá gervitunglum og sýna í raun og veru lífmassa á yfirborði eða blaðgrænu. Og samkvæmt þeim að þá virðist sem svo að gróður sé í framför, sérstaklega á vestanverðu landinu, en á öðrum hlutum landsins má sjá að gróður virðist standa verulega í stað og það að þá annars vegar við hálendið sem að það nú ekki koma á óvart, en einnig á Austurlandi. Jóhann Þórsson telur að þrátt fyrir að landið sé í framför sé þörf á því að skipuleggja landnýtingu betur en nú gert. Það eru svæði á Íslandi sem að henta vel til beitar og það eru önnur svæði sem henta ákaflega illa til beitar. Og það fer nánast saman að svæði innan gosbeltisins eru mjög lítt beitarhæf. Þetta eru þessi auðnasvæði, þar sem gróður er mjög viðkvæmur og þar sem að næringarefni í jarðvegi eru mjög rýr. Á móbergssvæðinu eru náttúrulega töluvert víðáttumiklir afréttir og einnig heimalönd og það má segja það sama þetta eins og aðra sauðfjárhaga og yfirleitt annan úttaga að álagið hefur minnkað mjög mikið. Það er ekki verið að flytja í þessa afrétti á vorin fyrir en að gróður er nægur að áliti fagmanna. Þar kemur til Landgræðsla ríkisins með sitt gróðureftirlit og sumstaðar er það gróðurverndarnefndir einnig þar sem bændur koma við sögu og þá er annað sem kemur við sögu þar líka og það er breytilegt árferði. Og þetta getur leitt til þess að upprekstrartíma sé seinkað viku, jafnvel 2 vikur ef að kalt er í ári. Það eru ýmis tækifæri held ég til þess að stýra beit meira en það náttúrulega kostar það að menn þurfa að girða og svona sjá að kindurnar séu það sem þeir eiga að vera. En í heildina þá held ég að þetta sé nú bara í mjög góðum málum og ekki síst núna seinni árin þegar að veðráttan hefur nú leikið við okkur landsmenn að flestu leyti og gróðurinn dafnar í hækkandi hitastigi. Algjört bann við lausagöngu sauðfjár myndi hafa neikvæð áhrif á starfsskilyrði margra sauðfjárbúa og veikja atvinnustarfsemi á stórum landsvæðum.
Það hefur orðið töluverð umræða að banna alla lausagöng í landinu, meðal annars hefur þetta komið til tals í sambandi við gerð nýrra stjórnarskrár. Staðreyndin er svo að þetta er algjörlega óraunhæft og leysir í sjálfu sér engan vanda. Staðan í dag er þannig að í flestöllum sveitarfélögum landsins er lausaganga hrossa bönnuð og jafnvel allra stórgripa. Síðan er lausaganga sauðfjár einnig bönnuð svo til öllum þéttbýlisstöðum, þar að segja kaupstöðum og kauptúnum, og er búið að vera lengi. Aftur á móti þegar komið út í hérna dreifðu byggðir, þá gengur fé náttúrulega þessi víðáttumiklu beitilönd, bæði heimalönd, uppreistarheimalönd og afrétti. En þó er eitt stórt svæði þar sem að lausaganga alls fénaðar, og þar með sauðfjár, hefur verið bönnuð í það bil áratug, og það er stærstur hluta landnám Ingóls. Það er í sjálfu sér auðvelt að setja lög allan þremilinn, meðal annars þetta. En það verður að vinna á þeim grundvelli að sveitarfélögin treystir sig til að framfylgja slíku banni, og eins og staðan í dag, þá er hugsanlegt að megi gera betur, en það hefur verið gert mjög mikið núna síðustu 20-30 árin í þessa veru, en fyrst og fremst landsbann gegn lausagöngu er ekki raunhæft, en sem sagt sveitarfélögin, þau verða að fá svigrúm til þess að ráða þessu málum til lykta sjálf. Ísland er afar dreifbýlt land í samanburði við nágrannalönd okkar í Evrópu. Stór landsvæði þar sem lausaganga búfjár er leyfileg er nær ógerningur að girða af sökum kostnaðar og umfangs. Þess ber þó að geta að vegagerð ríkisins er skylt að girða meðfram þjóðvegum, enda þvera þeir oftar en ekki eignalönd bænda. Það kemur oft upp í umræðum lausaganga búfjár hver á að sjá girðingar og slíkt, og sitt sýnist hverjum í því. En þetta er sjaldnast mjög einfalt mál, það er yfirleitt hagsmunir margra sem þar skarast. Ég tel að það myndi hjálpa mjög mikið til varðandi það að leysa þau ágreiningsmál sem uppi eru sambandi við lausagöngu búfjár ef það er séð til þess þegar verið að áætla fé til vegamála, að það væri setti peningar í girðingar með vegum þar sem það á við. Sauðfjárrækt er undirstöðu atvinnugrein í mörgum sveitarfélögum og oft á tíðum kjölfesta í byggð á stórum svæðum landsins. Sauðfjárræktin skiptir verulega miklu máli fyrir þetta hérað. Þetta er aðalega sauðfjárræktar hérað og margir stóri sauðfjárbændur og líka smærri bændur sem eru þá að vinna með, en allt styður þetta hvað annað. Og til dæmis eins og hér í Hrútafirðinum hefur ekki verið, það hafa ekki farið bíl í eyði. Það er eiginlega búið á öllum stöðum og það bara samfélagslega er það mjög mikilvægt líka. Sauðfjárrækt verður áfram grunnstoð í atvinnulífi dreifðari byggða landsins. Bændur vilja nýta landsins gæði með sjálfbærum hætti og tryggja skynsamlega nýtingu á þeim náttúruauðlindum sem fyrir hendi eru. Í huga okkar sauðfjárbænda er staðan ljós. Við viljum nýta landið á sjálfbæran hátt í sátt við land og þjóð.